Ég held ekki við náum að koma í veg fyrir að við farum svona nær þeim veruleika sem eru á Norðurlöndunum. Það sem er gerst í Danmörku, og ég held að sé alltaf að horfa til Danmörku, að þar hafa sósíaldemókratar, að þeir hafa hort til þess hver er vilji þjóðarinnar. Og ef að vilji þjóðarinnar er sá að það þurfa að taka með ákveðnum hætti á útlendingamálum, að þá verður henni kjörnir fullur svolítið að virða þá skoðun. Varandi fólki í landinu og heimilin er kaupmáttur. Ekki hversu marga krónur það er, hversu mikið maður hækkar, þetta er kaupmáttur. Ég er ekki fyrstur mann til að segja þetta er náttúrulega bara staðreyndir sem að tala sínu máli. En er einhver á þeim stað að hann þori ekki að tjá sig því að eitthvað sem er mikið efni sem þarf að laga af því að hann er hræddur einhvern stimpil. Grímur Grímsson, hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fínt. Er það ekki? Eins og nýr? Mánudagur og vikan framundan. Já, hvernig verður hún? Er eitthvað að fara að gerast? Já, nú er að fara, er á dagskrá þingsins í dag veiðigjöldin. Já. Og það má búast við þau verði lengur heldur en bara í dag, umræðum það. Þannig að það er bara verður gaman, taka þátt í því. Þetta er sammála öllu þessum að verið að leggja fram? Já, aha, algjörlega. Okkur hati sveitafélög, hinn sveitafélögin þar að segja. Við höfum ekki sveitafélög. Hvernig ég nefnilega, ég læt mig allt varðægilega, nema sjávarútvegsmál. Því ég bara er ekki nægilega klókur í, ég er alltaf sammála síðasta ræðumanni. En hafið áhyggjur af því að þetta muni koma til með að hafa áhrif á smærri bæjarfélög? Mér finnst það nú óábyrgt að segja að maður hefði ekki neina áhyggjur af því vegna þess að sveitarfélög sum hafa haldið því fram að þetta muni hafa áhrif. Og við erum að reyna að sýna fram á það svo sé ekki að einu marki. Og það er þannig að það SFS, eða Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, þau halda því fram að það verði minna vinnslu í landi ef þetta verður að lögum. Og mér finnst það bara ólíklegt. Mér finnst bara ólíklegt að það verði farið að flytja meira út af fiski óunnum heldur en nú er ef þrátt fyrir þetta. Er þetta ekki bara, Þorsteinn Már þarf að sleppa að gefa barnabarninu Range Rover Sport og kaupa bara strípaðan í staðinn? Ég hef ekki hugmyndu hvernig gjafir eru í þeirri fjölskyldu, Nei, ég eins og ég segi, eins og það skiptir að máli þegar er að tala fyrirtæki sjávarútvegi að það er ekki, samherji kannski ekki dæmigert fyrirtæki sjávarútvegi. Það er náttúrulega líka minni og meðalstór fyrirtæki sem hafa líka, við erum alveg heyrt það, hafa áhyggjur af þessu. Og við því hefur verið brugðist með því að hafa svona aðlögum fyrir þá. En er þá ekki óábyrgt að fara allir svona bratt í þetta? Þú veist, þið eru bara að segja heyrðu, tvöfaldana veiðigjaldið, nú er það svona árið aðeins svona, hvað þú segir, meira svigrúm að svo verðist í umræðinni, en er ekki svolítið óábyrgt af ykkur? Því að eins og segi, þegar maður ræðir þetta við þessum fólk, þá virðist það ekkert svakalega mikið vita hvort það muni koma til með að hafa einhver áhrif, Og meira eins og þetta sé byggt á einhverju svona hugmyndafræðilegum grunni. Þá getur bara svo sem alveg bara spurt hvað áhrif hefur þetta að hafa þetta óbreytt, Ég meina við erum þannig að bara fjárútlát ríkisins þess að hafa eftirlit og stuðning við atvinnugreinina er meiri heldur en það sem við fáum núna í veiðigjöldum. Síðan er það þannig að á síðasta þingi held ég fari rétt með það allavega í síðasta kjörtímabili að þá lá fyrir hjá þeirri ríkisstjórn að það þyrfti að auka gjaldtöku í þessum atvinnuvegi og það átti að gera það með öðrum hætti heldur en núna er gert. Við erum að tala með leiðréttingu, það er að leiðrétta að hafa markaðsverð á afurðunum versus það að í þeirra hugmynd, hvað sem hún er nú orðið að lögum eða ekki, hún er lögð fram, að þá var gert ráð fyrir því að hækka það gjald sem er samt hlutfalli sem rinnir til þjóðarinnar. Og þá finnst mér, við getum sagt að við séum sammála það að það þurfi að hækka, að sé breytt samþykki fyrir því. En þá getum við líka sagt að hvar á línan liggja og það kannski ágreiningurinn hvað línan á liggja varðandi fjárhæð veiðigjaldana. Og nú er það þannig að með við það að veiðigjöldin þau eru frádráttabær, þetta er ekki skattar, en skattar er ekki frádráttabærir frá hagnaði, en veiðigjöldin eru frádráttabær. Og þannig að þegar talað tvöföldum þá er það náttúrulega ekki nákvæmt. Ég held ég með fara með það rétt að veiðigjöldin í dag séu milli 10-11 milljarðar og þau verði við eftir breytingunum svona 17-18 milljarðar. Já, talað 7-8 milljarðar hækkun. Já. Það held ég að hafa heyrt í fréttum. Já, akkurat. Þannig að það er, og þá er þetta líka hægt að velta fyrir sig hvar kemur mest hækkunin. Kemur hún á þá sem og það er lagt upp með það, hún komur náttúrulega á þá sem geti ráði við það eru stóru félögin. Svo við erum líka höfum bent á að það er töluvert verið tekið út úr þessari atvinnugrein í annað í
í okkar samfélagi. Það er talað svona, já, hérna, hvað er þetta kallað? Rekstur sem er ekki beintengdur sjávarútveginum. Já, ég veit það ekki, sko, mér finnst þetta samt vera alltaf svona rök sem eru svolítið skrítin, sko, því að ég menna það er fullt af fólki í alls konar rekstri sem að fer yfir í eitthvað annað. Það er eiginlega bara sjávarútveginn sem að þetta á við í svona almennum umræðum þessi mál, sko. Já, en það er náttúrulega ekki margur markaður það sem að er verið að vinna með, sko, samheng þjóðarinnar. Já. Þannig að við erum ekki gleyma því í þessari umræðu að við erum að tala það þjóðin á fiskinn í sjónum og það er ákveðna aðeins sem fá leyfi til þess að veiðan og við erum að tala þessi sanngjarnt ákveðið afgjald sem er greiði fyrir það. Og þegar að möguleikin er að taka mjög mikið út úr þessu í annað, að þá sé það kannski ákveðin mælikvarða því að vel gangi. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Hérna, ég glemdi að fara með ræðina mína maður. Hérna, ef þið eru að hlusta á þetta í opnu streymi, þá getið þið fara hérna á partus.is/einpæling að þið viljið fá þennan þátt nýjan út úr opninum þegar hann kemur út, þar að segja, en ekki seinna heldur en aðrir. Og án auglýsinga, þá fara inn á partus.is/einpæling til þess að tryggja ykkur áskrift af þessu hlaðvarpi. En hérna, sko, njósnamálið, það hlýtur að vera spicy fyrir þig maður. Hérna, hefur viðhorf þitt til lögreglunar breyst undanfarna daga? Nei, ég segi það ekki, sko. Það er þetta eins og maður, ég vil taka það fram að þegar svona kemur upp og það á við mörg mál sem kom upp hjá lögreglu, það kemur til dæmis bara kæra, ef getum orðað það þannig. Ég teki það dæmi, það kemur kæra og hún bendir til einhvers ákveðis, það blasir eitthvað við gögnin sem koma með í kærunni og síðan er farið í rannsóknina og þá getur komið fram ákveðna skýringar á því hvernig þetta lítur út í byrjun. Og þannig að við rannsókna í upphafi er rannsókna ekki allt, hún er ekki á sama stað eins og í lokin, það er á eftir að fara í alla rannsóknina. Og þannig er staðan í þessu, þá eftir að fara á eftir að rannsaka málin. En eins og þetta blasir við og ef maður bara leyfir sér að fjalla það með þeim hætti, að þá lýsi þannig að þetta bara urðu mér mikil vonbrigði að sjá að það væri þannig að það væri yfirleitt verið að njósna fólk. Þannig að persónunjósnir að fólk að fari eins og hefur verið talað að fara í sund og í hádegismatu við vinnum sínum að það sé verið að fylgjast með því og þegar upp er staðið þá sá maður náttúrulega hvergi að það væri neitt valjó í því sem væri verið að gera hana. En það bara, við höfum ekki gleyma því að þarna var verið að fylgjast með fólki á hans að það vissi af því og þú fekk ekki vita það eftir á. Til þess eins og lögreglan þarf að gera, ef við fylgjast með fólki þá þarf að fá að vita það eftir á, að það hafi verið fylgst með því. Vegna þess að lögreglan auðvitað fylgjast með fólki. Það er aðferð sem er notuð. Og þannig að þetta urðu mjög mikil vonbrigði að það væri verið að gera svona í okkar samfélagi bara. Og svo náttúrulega, ef það er rétt að það hafi verið lögreglumaður við störf sem lögreglumaður að veita þessu sinna atbeina, þá er það enn verra. Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalir.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðun á Ljárdalir.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalir.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalir.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, ég er búin að hugsa þetta sko út af því að ég var að hlusta hérna á samstöðina sem hafa verið að fjalla þessi mál meðal annars. Og það mitt var að vera að segja svona, já, en ég menna, þú veist, 98% lögreglumanna eru bara frábærir og sinna sínum skildum vel en ég fór að hugsa, sko, núna hefur svo mikið verið til umræðu svona forvirkar rannsóknarheimildir sem að ég hef verið svona, ég var mjög mikill andstæðingur þeirra fyrir örfáum árum og svo núna bara þegar að mikið hefur breyst í okkar samfélagi að þá var ég farin að vera hlintari. En nú fer ég að velta fyrir mér, sko, ef að þessi 2% eru fyrir hendi og við gefum okkur að það sé einhver þannig stærðina lögreglunar að þá er það náttúrulega orðið miklu alvarlegri hluti að þeir hafi samt sem aðgengi að forvirkum rannsóknarheimildum og þá fer einhver að spyrja, heyrðu, er ekki bara rétt núna að fara aftur í það að spyrja dómara leyfisveitingar fyrir slíkum rannsóknum
ef að á yfir höfuð að fara í einhvers konar forvirkar rannsóknarheimildir og það núna alltaf vitum við alveg sko, ég tala með þetta við lögreglumenn sko, ég veit alveg að lögreglumenn vita alveg hverju skúrkan eru þeir vita alveg hverjir, ég var að tala hérna við Ómar Mehmet hérna bara fyrir ekki svo löngu sko, og ég meina hann veit miklu meira heldur en hann kannski getur aðhafst sem lögreglumæður sem náttúrulega gott en að einhverju leiti þarf að vera svigrúm til þess að geta tekið á málunum áður en að það er farið hérna að koma út í þvælu, en hvernig horfir þetta við þér? Eins og með þetta, hefur þetta eitthvað breyst fyrir þér? Nei, út af þessu máli? Það er ekki breyst og það sem ég langar til að nefna kannski bara svona í upphafi spjalls um þetta, þá er það þannig að svona það er þessi hugtakanótkun sem að ég vil hérna sko, ekki leiðrétta, ég skil alveg að fólk talar sko forvirkar rannsóknarheimildir en ég hef frekar viljað tala sko afbrotavarnir og það er þannig að tala það líka í lögunum, þetta eru afbrotavarnir og þannig er það eins og þetta lýsa sko, það er verið að grípa til aðgerða eða það sem heimildina sem kom inn í lögreglulögin síðastliðið vor að þau raunverulega heimila lögreglunni að hefja eftirlit án þess að sé grunur refsiverða háttsemi en þá þarf að vera til staðar einhvers konar grunur tengslu skipulagðrar brotastarfsemi jafnvel þó að það sé ekki grunur tiltekna refsiverða háttsemi. Þetta er samt sem áður með miklum það eru utan þetta eru mikla reglur og lögreglustjóri sem ákveður að gera þetta, hann þarf að bera þetta undir tiltekna aðila innan lögreglunar. Og það er það sem að mér finnst vera aðalatriði þegar við tölum heimildir lögreglunar, að það er ekki heimildir lögreglumanna, það er heimildir lögreglunar til þess að nota ákveðna aðferðir. Þannig að eftirlit með lögreglunni og lögreglumönnum er náttúrulega margþætt, það er auðvitað eftirlit á vegum yfirmanni lögreglu. Og ef menn eru uppvísir að því að fara, nota orðið frjálslega með þessar heimildir, þá er það bara aðfinnsluvert og gerðar athugasemdir við það. Og það er þannig til dæmis eins og bara með það sem við köllum skyggingar, að það eru bara örfáir aðilar innan lögreglunar sem að lögreglustjóri veitir heimild til þess að hefja þá síst líka aðgerð. Og þegar ég var yfirmaður rannsóknarsviðs að þá hafði ég þessa heimild að það ekki að heimila það að það væri sem sagt hafið eftirlit með borgara og svo var annar kollegi minn sem hafði þessa heimild líka og þetta var skrifleg heimild. Þannig að heimildir lögreglunar og ég ítreka það er ekki það sama á heimildir lögreglumanna þannig að þessi 2% sem getur verið 1% eða 0,5% eða hvað það er það er ekki verið að veita þeim það er ekki verið að veita lögreglumönnum þessar heimildir, heldur lögreglunni og það er bæði innra eftirlit og síðan ytra eftirlit með þessum heimildum. En þegar það hefur samt komið upp marga mál þar sem að vera bara myndavéla upptökur hafa komið upp þar sem að bara vera að taka upp eftirlitsmyndavélar löge sem er sá gagnrýnagrunnur sem að þið styðjist við eða lögreglumenn, þú ert náttúrulega alþingismaður núna. Þannig að sko, ég veit alveg að þetta hljómar rosalega vel, það sem þú ert að segja. Það hljómar rosalega bara, þetta verður bara rosa praktískt og enginn fær heimild nema það sé mjög skýr rammi. En svo er að koma upp þessi mál, þar sem að gagnagrunnurinn hefur lekið og fleira þar fram eftir göttunum. Þannig að þú lítur að skilja að fólk hafi kannski aðeins meiri áhyggjur af þessu núna heldur en að kannski gera undir þessu formerki sem þú ert að ræða. Fyrst þá vil ég segja það að ég skil það mjög vel. Ég skil mjög vel að það verði hugrenningatengsl milli þess hjá fólki að þarna sé verið að benda á hvernig verið að fara með heimildir eins og það blasir við þessum þætti og þriðjudaginn var og þá fyrir fólk að segja er yfirleitt lögreglunni treystandi fyrir þessu. Ég bara skil það mjög vel og það er það sem gerðist með þessu eins og þessu þættir eins og hann kemur eins og upplýsingandi koma fram að það rýri trausti lögreglunar og það er það sem er alvarlegt. Hins vegar er það þannig, ég veit ekki nákvæmlega hvort að tala varðandi myndefni sem hefur verið tekið upp myndefni sem er tekið upp á grundvelli bara ákvæði lögum að við meðum nota semst þegar við erum með í þessum skyggingu sem ég tala um áðan og ég segi við eins og þú kallaðir sem að lögregla notar að það má nota myndavélar við skyggingar og hins vegar þá ber eins og ég sagði þér áðan að þá þarf að láta vita af því þegar það er ekki lengur þarf ekki lengur að vera trúnaðar þetta þá má að láta viðkomandi vita að hann hafi verið undir eftirliti hvort sem það er eftirlit þar sem bara augað eða hvort það er eftirlit myndavélar. Það sem hefur lekið út úr lög það var einhver Snapchat, ég man ekki nákvæmlega þetta kom í fréttum sko. Þetta eru 2-3 ár síðan sko. Já,
að það var einhver að senda einhverjum vini sínum. Já, þeir voru svo í gagnrýninum og voru að senda á milli sko, einhverja mynda. Hafi það verið, og það er auðvitað þessi spurning sem við þurfum alltaf að velta fyrir okkur, ef verði einhver uppvísa því að misnota upplýsingar sem hann og aðgang upplýsingar sem hann hefur, að þá tekið á því. Og það er auðvitað það sem þarf að vera alveg skýrt, að það að taka á því þegar að fólk verður uppvíst að haga sem er röngum hætti. Hins vegar eins og ef maður getur veltið fyrir sér sko, hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta, eins og við sáum í þessum þætti. Þá held ég ekkert eftirlit sem hefði getað komið í veg fyrir það að fólk sem hefði vilja til þess að brjóta af sér að það geri það. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En hins vegar bara mjög mikið eftirlit með lögreglum, það er auðvitað bæði, eins og ég segi, innra og ytra eftirlit. En ef það ekki hægt að koma í veg fyrir það, af hverju ættu að veita ykkur meiri rannsóknarheimildir? Já, ég held að við þurfum að horfa á þörfina fyrir auknar rannsóknarheimildir út frá því í hvað á að nota þær. Ekki það að lögreglan sé bara að fá þetta svona bæði og veitis að hafa í tækibeltinu. Sko. Þetta er að því að verður að veita lögreglunni heimildirnar að því að umhverfið sem við erum í kallar á það. Og síðan þurfum við að byggja það þannig að eftirliti sé í lagi. Og þá segi ég líka, að því við höfum að tala um eftirlit, ekki hef ég nokkuð einasta varnagla á því að eftirlit sé haft með störfum lögreglunar. Það er bara mjög eðlilegt að sé haft eftirlit. Við erum bara, ég segja, eina stofnunin og svo sem að til dæmis höfum landhelgisgæsla eftir atvikum og tollgæsla sem hefur heimildir til valdbeitingar og fangaverðir eftir atvikum, eftir ákveðnum tilvikum. Þannig að það verður bara að fara mjög varlega með þetta og sinna vel eftirliti. Og ég hef engar áhyggjur af eftirliti í þessu sambandi. Það hefur eins og verið bent á það að það væri eðlilegt að eftirlitsstofnunin væri sérstök stofnun. Og það er eitthvað sem er bara útfærsluatriði löggjafans að hvernig það á að vera. En það er líka spurningum um kostnað. Hvað mikið það kostar að vera með litla stofnun. Það er eitthvað svona hagræði sjónarmið sem líka eru til skoðunar í því sambandi. Já. Hérna ég var með formann fangelsisvarða fangavarða. Já, ég mátti ekki kalla það fangelsisvarða. Hann leiðrétti mig líka. Hérna, og hann sagði að þetta hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum. Saman þetta við lögregluna, þú hugsað svona síðustu 10-15 ár. Hvernig hefur starfið breyst? Er þetta búið að breytast? Er þetta öðruvísi heldur en þetta var fyrir áratugur síðan? Já, ég stundum sagt hennan frasa sko að við gerum ekki alveg grein fyrir því hversu sko skipulag bótastarf sem er. Að það er gríðarlega mikið skipulag í þessu og við auðvitað erum náttúrulega bara hluti alþjóðlegu samfélagi og ef við horfum til þess hvernig aukning til dæmis í netbrotum hefur orðið að þá skiptir ekki máli hvar maður er ef að brjóta á fólki með þeim hætti sko að það er að brjóta á mér á netinu þó að sá sem gerir það sé einhverstaðar erlendis. Þannig að það er held ég það sem að megi segja að það verið orðið mesta breytingin, það er notkun brotamanna á netinu og fekk alveg að segja stökk áfram í COVID þar sem afbrotamenn þurftu að aðlaga sig að nýjum veruleika. Já, nýjum veruleika og síðan er þetta náttúrulega þessi gervigreind og allt þetta sem blasir við að hefur áhrif líka á afbrot og við sjáum það að við erum að sjá svona tiltölulega hefðbundin brot þar sem var kannski hér áður fyrr, ekki fyrir svo löngu síðan alveg afleit íslenska þegar við verðum að reyna að plata fólk en svona íslenskan orðið miklu betri og það er ekki gervigreindin er með miklu betri íslensku heldur en var. Þannig að það er það sem hefur helst breyst, það er netið og hvernig það er notað til afbrota og síðan er það bara þannig að það eru gríðarlega það er bara gríðarlega mikil afbrot sem eru í samfélögum okkar og það er ekki endilega að tala bara um Íslandi, ég er bara að tala um almennt. Nú erum við að sjá Norðurlöndunum til dæmis eins og í Svíþjóð þar sem að þetta er
Já, lögreglan sko að svo virðist hefur það var núna 3 manna morð í Uppsölum og maður fær svona tilfinningu allavega þeim sem maður er sem myndbönd og alls kyn sem maður kannski getur gefið bjögaða mynd en maður samt er svona að fá smá tilfinningun á því að það á tilfinninguna segja að Svíar eru ekki eða lögreglan í Svíþjóð er ekki með nægilega góð tök á því að takast á við ýmsar aðstæður og núna ég man nú ekki hver það var, hvort það var Úlfar eða einhver annar sem að fjallaði það að Ísland væri á svona leiðin í það að verða eins og á Norðurlöndunum. Hver er þín afstæða til þess? Sko fyrsta lagi varandi Svíþjóð, það er alveg einstakt hvernig ástandi er þar og hverju sem er að kenna, hvernig það er tilkomið að þá hafa þeir, má segja að Svíar einhver liti mistökin á þessu vegna þess að það hafa verið, ég var hjá Europol í 3 ár og rúmlega 3 ár og bara ganginu það sem ég var að þar var skrifstofa Íslands var á einum öðrum megin við ganginu og Svíarnir hinum megin og á þessum tíma 18 til 21 að þá var þetta svona að byrja svolítið hjá þeim og það var þannig að það var verið að fylgjast með hversu margar sprengjuárásir eru komnar í dag og eitthvað svona sko. Þannig að þetta var nýri veruleiki þá og síðan hefur þessi veruleiki bara þróast áfram og er nú komið þannig að sænskir afbrotamenn er að nota mikið unga krakka eða ungt fólk til þess að fremja afbrot og á grunni þess að það fólk fær styttri dóma heldur en fullorðnir einstaklingar. Síðan hefur það gerst að þessi sænski veruleiki, hann hefur verið að færast til hinna Norðurlandana sem eru auðvitað nær Svíþjóð heldur en við en það hefur verið þetta fyrst Danmörk, svo var Noregur og Finnland sem öll hafa svona fundið verulega fyrir þessum sænska veruleika. Að þá er það afbrotamenn í þessu löndum sem hafa fengið sænska afbrotamenn til þess að vinna einhver verk fyrir sig. Og þetta er það sem að Europol kallar crime as a service, að það eru keyptir einhverju til þess að fremja tiltekin afbrot. Og við höfum svona kannski, má segja á Íslandi, þá höfum við dæmi það sem þetta kannski tengist, einhverju svona afbrot, einhver tengst til Svíþjóðar og til hinna Norðurlandana. Ekki segja að segja mjög mikið það eru dæmi það. Þannig að við getum sagt eins og stundum sagt varðandi Ísland og hinn Norðurlöndina, það er einhver ár sem að líða þá er veruleikin orðin svipaður hér og á öðrum Norðurlöndum. Þurfum við þá ekki að gera eitthvað í því? Jú, og það er alltaf verið að gera eitthvað í því og núna eru bara, svo maður horfir bara til þessu eins og til í þinginu, það er að koma fram nokkur frumvörp sem eru til þess að auka öryggi fólks og ég vonum bara að þau fái framgang. Þau frumvörp sem dómsmálaráðherra hefur lagt fram. Það má nefna til dæmis landamæra að styrkja þannig á landamærum að það komi allar upplýsingar og lögregluna á Suðurnesjum sem hefur kallað mjög eftir og það eru og síðan er komin fram frumvarp líka um haldlagningu á ólögmætu ávinningi af afbrotum. Þannig að það er verið að halda utan það að auka getuna til þess að takast á við skipulagðri. Já, er Obba besti ráðherrann? Já, langbest. Er það ekki? Langbesti dómsmálaráðherrann allavega. Ég er virkilega ánægður með Þorbjörgu sem dómsmálaráðherra og ég hefur reyndar ánægður með okkar ráðherra alla. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, ég nefnilega sko, ég var með Jakob Birgisson núna daginn sko, og þar var ég með að ræða við Dilja Mist meðal annars sem er kollegiðinn. Ég, þú veist, Obba einhvern veginn lætur hendur standa fram úr ermum sko, en núna er hún með brottvísunar fyrirhuga brottvísunar úrræði, þar sem að verður eitthvað húsnæði, líklega þá nýtt til þess að vista fólk sem að neitar að fara úr landi eða á að brottvísa. Hvað nú eru margir sem að eru kannski ósammála ykkur og telja þetta að vera rasískt fyrirkomulag sem að staðfestir
svona hvíta yfirbörðahyggju Íslendinga í því að vilja takast á við vanda sem í rauninni ekki vandi heldur skortir bara inngildingu og mannúð og sko nú talaði Þorgerður Katrín mikið mennsku fyrir síðustu kosningar. Þetta að margra mati fer þvert gegn mennsku fyrirkomulagi þeirra sem að ræða þessa hluti það að við ætlum bara að fara sturta hérna brúnu fólki úr landi til þess að takast á við vanda sem bara búin til af ykkur lögreglumönnum út af því að það heyrist bara í því hvernig þið talið saman á upptökum að þið eru náttúrulega bara með ykkar hugmyndir og viljið bara ekki vera og taka harðar á fólki sem frá Mið-Austurlöndum. Hvernig myndir þú bregðast við þessum ásökunum? Já, í fyrsta lagi þá eru útlendingamálin eru alveg mál þar sem alveg mörg álitaefni og stjórnmálafólk og fólk svona sem að lætur þessi mál varða hefur ekkert sömu skoðun á þessum málum öllum saman. En máli að ef við horfum bara til þess að vera með úrræði þar sem fólk er vistað þegar það er búið að ákveða að það farið úr landi. Það tel ég vera meiri mennsku að vista í slíku úrræði heldur en gæsluvarðhaldi. Og þannig er staðan í dag. Ef við ætlum að tryggja nærveru viðkomandi fólks sem á að flytja úr landi, að þá þarf að úrskurða gæsluvarðhald. Sem að þú og vonandi flesti vita að gæsluvarðhald er þannig að þá ert í fangaklefa og okkur finnst það vera verra úrræði og minni mennska og mannúð heldur en það að hafa viðkomandi á einhverju slíku svæði sem að er ekki gæsluvarðhald þó ég veit ekki hvernig útfærslan á því er eða verður, það er búið að frumvarpi í haust það þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig áhugavert, kannski betra orðað nota áhugavert að sjá hvernig það verður fært út heldur en núna. Heldur að þetta svona brottvísun úrræði fjölgun lögreglumanna mögulega einhverjar meira svigrúm til rannsóknarheimilda heldur þetta muni koma til með að forða okkur frá því að verða áskynja þennan svona norræna raunveruleika sem við vorum að ræða hérna rétt á hann. Já, þetta er góð spurning vegna þess að maður getur alveg velti fyrir sér sko ef það er brugðist við með einhverjum ákveðnum hætti og eins og hefur verið talað og Þorbjörg Sigríður hefur talað að það er að auka öryggi borgarana og það sé að það sé ekki að það þurfi að gera það með ýmsum aðferðum. Þannig að það er umlega grundvallaratriði en það hvort að okkur takist annarkvort að hægja á eða koma í veg fyrir að eitthvað gerist, það er umlega línan sem við erum á. Náum við að hægja á því, náum við að ná okkur nefn betur utan um það, eða náum við að koma í veg fyrir það. Ef ég ætti að setja pening á það, þá myndi ég held ekki við náum að koma í veg fyrir það. Að við farum nær þeim veruleika sem eru á Norðurlöndunum, en við getum eins og að reynt að koma málum þannig fyrir að við hægjum á því og við verðum með betra ástand heldur en þar. Af hverju getum við ekki komið í veg fyrir það? Hvað er það sem að svona, eru þær breytur sem eru helst fyrir hendi að þessi norræni veruleiki muni koma til með að leiðast til okkar? Fyrst og fremst erum við náttúrulega bara í mjög opnu samfélagi. Við erum jafnvel þó við sem eiga norður í hafi að þá er auðvelt að komast hingað. Og bæði erum við til dæmis að Norðurlandabúar geta komið hér án þess að þurfa neina sérstaka heimild til þess og allt Schengensvæði og þessandi íbúar öllu Schengensvæðinu geta komist hingað á þess. Þannig að það er það sem er kannski verið að gera með því að breyta þessum lögum til þess að fá upplýsingarna frá flugfélögum að það sé að greina þá sem er að koma hingað, greina listana vegna þess að við getum ekki verið yfir landamæraeftirliti. Við megum það ekki verandi í Schengen. Þannig að við erum í opnu samfélagi, hér ríkir mikið traust og við viljum hafa það þannig. Við viljum ekki hafa það þannig. Ég held ekki að almenningur almennt vilji hafa það þannig að við förum í einhverja mikla svona og harðar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir eitthvað gerist. Nei, en núna hafa þjóðverjar meðal annars og fleiri löndurindar sem ég man ekki alveg nákvæmlega hver eru, en ég man hafi lesið það að það eru sumlönd byrjað að svona taka Schengen ekki alfarið úr sambandi heldur eru með aðeins meiri, hvað ég var að segja, varnir á landamærunum sem að lúta þá að því að Schengen er svona de facto, svo ég fá að sletta, tekið tímabundið úr sambandi. Er það eitthvað sem við ættum að vera að skoða? Það er heimild til þess undir ákveðnum kringumstæðum að taka upp vegabréfseftirlit á landamærum.
Ég kann nú bara viðurkenna það reglur kann ég ekki alveg hvað þarf að vera til staðar en það er held ég eins og þú segir tímabundið úrræði vegna þess að það sé eitthvað ástand í gangi eða sé vera að mæta einhver ákveðna ástandi. Það er eitthvað sem við þurfum bara að meta hvort það þurfum við einhver ákveðna aðstæður að taka upp vegabréfseftirlit. Hins vegar er það þannig að þessi breyting sem verður á lögunum það að fá 100% af listunum og geta greint þá almennilega með góðri þekkingu tollvarða lögreglumanna, það held ég að sé máli til að takast á við þetta. Og reyna að koma í veg fyrir að hinga komi mjög mikið af brotafólki. Við munum aldrei koma í veg fyrir það, en ég held ekki. En við þurfum það myndi koma niður á mér og þér ef við ætlum að taka þannig á málum að kæmist enginn hér inn sem er brotamaður. Já, en ég meina, svo myndi einhver spyrja já, ég er alveg til í að vera 10 mínútum lengur upp á Leifsstöð ef það kemur í veg fyrir það að þessi norræna veruleiki kemur til hingað. Já, einmitt. Eins og ég segi, við þurfum ekki endilega kannski alltaf að sækja fallbyssuna strax, sko. Við þurfum kannski að reynda að nota einhver önnur úrræði til þess að ná árangri. Já. Tölum það eins þig. Hugmyndafræðilega, ertu hægri maður? Ég er hægri miðjumaður, já. Hægri miðjumaður, eins og Viðreisn, já. Hvað af hverju Viðreisn? Var bara hnift í þig eða reyndir þú að koma máli við Þorgerði, hvernig var þetta? Já, ég kom skilabóðum til Þorgerðar það ég hefði áhuga að taka sæti á lista hjá Viðreisn og það er þannig að eins og ég hef hort á og sér svolítið í mínum fyrir störfum er það að ég hef haft áhuga á öryggismálum í sinni víðustu mynd. Og þegar ég tala sinni víðustu mynd þá er ég að tala öryggi þjóðarinnar og ég líka að tala öryggi, til dæmis bara öryggi barna. Það er það að sé að bregðast við þegar að börn eru í vanda og allt þar á milli. Og þessi sjónarmið fóru bara mjög vel saman við sjónarmið Viðreisnar auk þess sem ég hef náttúrulega bara verið stuðningsmaður Viðreisnar frá því að hún var stofnuð og verið kjósandi þó ég hef ekki verið flokksbundinn fyrir núna þegar ég ákvað að fara í framboð. Síðan má ekki gleyma því að hvað mig varðar að ég er mikill Evrópusinni. Já. Hef mikinn áhuga á því að við skoðum vel að auka samvinnu okkar við Evrópu og eftir að koma að ganga inn í Evrópusambandið. En til þess þarf þjóðin að ákveða það hvort að við höldum áfram samningaviðræðum við Evrópusambandið og það gerist síðastlega í 2027. Já, ég nefnilega hef eiginlega alltaf verið, ég man ég var með Sigmar fyrir 2 árum eitthvað svo leiðis og það er mitt vorum að vera að Evrópusambandið og ég var að segja við hann og hef alltaf verið bara svona sammála einhvern veginn í síðasta ræðamanni þegar kemur að Evrópusambandinu en í dag, með að við stöðu Evrópu þegar maður skoðar Draghi-skýrsluna maður skoðar bara hlutina sem eiga sér stað í Evrópu þá finnst mér vera fásinna að vera að skoða það hvort við ættum að fara í Evrópusambandið. Tökum aftur dæmið 10 ára aftur í tíman. 10 ára aftur í tíman, ESB er svona aðeins álitlegri kostur að mínum mati, í dag alls ekki. Hefur afstaðin til Evrópusambandsins, þú ert að fara að segja nei, en ég held samt að þú plata mig ekki, hefur afstaðin breyst núna undanfarin ár með að við þróun Evrópu, þróun varðar atvinnuuppbyggingu, þróun varðar líðmál og fleira þannig, hefur hann eitthvað breyst? Að því að við erum nú í podcasti sem er kannski ekki alveg bara þannig að það sé bara spurningar og svör spurningar frá öðrum og svör frá hinum að þá verður þú svolítið að segja mér hvað er það sem að gera það verkum og þú sér svona svart og hvítt frá 2010 til 2025 eða síðastliðin 10 ár. Ekki beint svart og hvítt en aftur á móti. Þú segir þessi fásinna núna. Já, mér finnst það algjör fásinna út af því að, en ég var alltaf bara svona, ég vissi ekki alveg hvoru megin ég væri, ég var svona meira grann, en núna tel ég að sé mjög svartar horfur þegar kemur að gjaldmiðlamálum og svona, er ekki? Jú, ég er ekki hrifinn af íslensku krónunni per se. Ég tel til dæmis að fjármagnskostnaður af því að skipta úr einni mynt í aðra fyrir úr íslenska krónu og ég hef gert það nokkru sinnum og maður finnur bara að það er, það er ekki mikill áhugi að taka við íslensku krónum og þar af leiðandi kostnaður af því að kaupa og selja íslenska krónu bara mikill
allt og mikill og hefur mikil áhrif við viðskiptum og mikil áhrif á stöðu okkar og ég alveg sammála því og ég tek til dæmis heilshugar undir það að það svolítið sérkennilegt að íslensk fyrirtæki sé að gera upp í öðrum gjaldmiðlum og það alveg rök út af fyrir sig en aftur á móti meðað við horfur í Evrópu á næstu árum þar sem að kemur fram í skýrslum að atvinnuhorfur eru mjög slæmar lýðþróun eitthvað vandamál sem að mun koma til með að verða stærri vandi að svo veriðist. Hvað áttu við með lýðþróun? Það bara að svona menningatengd mál munu koma til með að verða töluvert þungbærari fyrir hinn ýmsu Evrópulönd og við erum að sjá að þetta að lita náttúrulega öll Evrópulöndin og stjórnmálum í þessum löndum. Nigel Farage sem að talar mjög hart í þeim málum orðin stærsti flokkur núna í svona þessum millikosningum í Bretlandi. Danmörk virðist vera eina landið sem hefur tekist að takast utan þetta og það örugglega út af ákvarðanatökum Mette Frederiksen að taka svolítið á þessum efnum. Þannig að ég held að það muni koma til með að verða erfitt fyrir Evrópu að einhvern veginn leysa úr því farsælega og ég held að það muni koma til með að hafa áhrif á atvinnu. Ég held að það muni koma til með að hafa áhrif á viðskipti, almenn viðskipti og þá ég að tala svona áhuga fjármagns á því að fjárfesta sem að líka einstakt áhyggjuefni samkvæmt Draghi-skýrslunni. Þannig að ég held að það að við séum að horfa meira til þessa kostar núna heldur en höfum kannski gert áður finnst mér svolítið þversagnakennt. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og það þannig og ég held að sko nákvæmlega eins og að þú nefndir aðeins áðan sko að vera í flokki og auðvitað er þannig að það tekist á sjónarmið í öllum flokkum. Það er engin flokkur þar sem allir eru sammála alltaf sko. Og sama er það þegar þú ert að horfa til dæmis á Evrópusambandið að aðild að Evrópusambandinu hún hefur kost en hún hefur líka galla. Og þá þurfum við líka bara að skoða það hefur líka kostu sína galla að vera ekki í Evrópusambandinu. Þannig að þetta er bara eitthvað svona jafnvægi sem við þurfum að hver og einn þarf að ákveða þegar það kemur. Ég vona að þetta verði þannig að þjóðin vilji halda áfram með aldaviðræðurnar og síðan vilji þjóðin sjá hvernig samningurinn er. Kíkja í pakkann. Já, það er sumir kallað kíkja í pakkann og það er alltaf að hafa það þannig og það er svona lýsir því svolítið hvað er framundan og sumir halda því fram að sé ekki vera kíkja í pakkann og hann sé alveg ákveðin. En þegar við erum að gera þetta með þessum hætti að skoða, fá fyrst fram afstöðu þjóðarinnar sem ég hefði svo gjarna vilja að fá fram 2009 að við höfum bara kosið þetta áður en að fara fram með umsóknina. Því að ég segi bara verandi kjörin fulltrúi þjóðarinnar að ef að þjóðin vill þetta ekki, þá bara er það þannig. Og þá hefur bara eitthvað þá höfum við sem viljum þetta ekki komið okkar sjónarmiðum og vel á framfæri. Eða þá að það sé bara einfallega þannig að þetta sé bara no-brainer, við höfum ekki að fara hann inn. Ég held hins vegar, sko, þegar við horfum til dæmis eins og að þjóð talaðar þessar líffræðilegu breytingar sem að er að verða í Evrópu, sem að þú til að verða í Evrópu, að það sé erfitt að hafa áhrif á atvinnustig og menningu. Á pólitíkina sérstaklega, það er gríðarlega áhrif á pólitíkina. Já, og við sjáum það, staðreyndin er svo að svona það sem að ég man eftir, til dæmis AfD í Þýskalandi, Sannir Finnar og Svíþjóðademókratar, þetta er svona það sem að man eftir af þeim sem hafa náð töluveri fylgi. Meloni líka náttúrulega í Ítalíu. Já, sem að síðan Le Pen í Fraklandi. Já, en Meloni er náttúrulega í stjórn, sko. Já. Á meðan að Le Pen hefur aldrei komast í stjórn og hinn aldrei komast í stjórn. Á því er munur. Vegna þess að ég held að þegar það gerist að þeir sem hafa einhverjum tímapunkti verið með svolítið öfga og þau komast í stjórn, þá gerist það þannig að þessi flokkar gera sér stjórntæka. Og þetta var einhver flokkur líka í Noregi sem mann bara ekki hvað heitir eða hét og sem að svona dró svolítið tilbaka þessi sín svona ultra viðhorf og gera sér stjórntækan.
og það það sem hefur ekki gerst hjá mjög mörgum þjóðum. Það sem gerst í Danmörku, ég held að sé alltaf að horfa til Danmörkur, að þar hafa sósíaldemókratar, að þeir hafa hort til þess hver vilji þjóðarinnar. Og ef að vilji þjóðarinnar sá að það þurfa að taka með ákveðnum hætti á útlendingamálum, að þá verður henni kjörni fullur svolítið að virða þá skoðun. Og til samanburða þá kannski með eins og í Svíþjóð þar sem þetta er upp undir 20% þar sem Svíþjóðdemókratarnir hafa fengið, en það vill enginn vinna með. Og það er svolítið skrítið hvaða afstæða það til kjósenda, 20% kjósenda að segja við viljum ekki vinna með þeim sem þið kusuð. Þannig að þetta er svona jafnvægislist. Og ég held að þetta verði eitthvað sem þetta er bara veruleiki sem við þurfum að vinna með. Viðskiptilega sé ég nú ekki alveg hvernig þetta hefur áhrif, en enga síður þá vil ég færa mig þá inn á umræðan gjaldmiðilinn, og gjaldmiðilinn okkar eins og þú bara lýstir réttilega hér áðan, það er mjög erfitt að vera með hann gjaldmiðil. Hann kostar mikið. Og ég man ekki núna tölur, þetta hefur reiknað út hvað kostar fyrir okkur að vera með hennan gjaldmiðil. Og ég held að það sé líka þannig að eftir því sem við verum meira svona fjölþjóðlegt samfélag, þá var þetta ennþá og heimur í minkar, sem að segja, að þá var þetta ennþá dýrara. Þannig að þetta var kannski möguleiki að vera með krónuna, vera með hana, og hún ekki hvað þú fara að ráða. Nei. En við þurfum líka, það er mikið aðhald í ríkisfjármálum til þess að við fengjum að taka upp evru. Já. Við erum ekki tilbúin til þess núna með okkar fjármál eins og þau eru, ríkisfjármál að taka upp evru. Nei, Konráð Guðjónsson var með þetta fjallum þetta að þegar fólk er að tala evruna sem eitthvað sjálfstætt ég man ekki nákvæmlega, ég var að lesa grein bara rétt áður en komst, að hann var að benda á það að við þyrftum að taka til í okkar eigin fjármálum áður en að við færum að taka upp einhvern annan gjaldmiðil, út af því að það er engin annar gjaldmiðil sem er að fara að samþykkja 10% launahækkanir á ári í öllum kjarasamningum pluss 80 milljarða króna einhvern gjafapakka frá ríkinu og allir bara í hólum hæ til að takast á við 10% verðbólgu. Við erum alltaf búin að halda utan þessi mál stórkostlega einkennilega. Já, ég segi og það er kannski eðli stjórnmálana, það sé erfitt að beita ríkisfjármálum með miklum aga sem er þó verið að reyna að gera núna, til þess að vera á þann stað að við séum á sama stað og aðra þjóðir. Við getum auðvitað gert það. Við þurfum bara mjög mikið aðhald. Það sem skiptir náttúrulega grundvallar máli hér er það varandi fólki í landinu og heimilin er kaupmáttur. Ekki hversu marga krónur það er, hversu mikið maður hækkar, heldur kaupmátturinn. Og þessu hefur náttúrulega verið, ég er ekki fyrstur mann til að segja þetta er náttúrulega bara staðreyndir sem að tala sínu máli. Og það finnst mér vera grundvallaratriði. Heldur þá að þessi ríkisstjórn muni koma til með að hvað var að segja, rífa sig í gang gagnvart því að haga sér ekki eins og síðasta vinstri stjórn, þar sem að stéttarfélögin geta bara vælt í ríkinu til þess að koma með sína aðkomu til þess að klára kjarasamninga? Ég veit það ekki, varandi aðkomi ríkisins að kjarasamningum þá eru þau álitaefni við slíkar ákvarðanatöku að ná saman samningum sem eru tiltölulega hafa ekki mikil áhrif á efnahagslífi, á verðbólgu. Og þannig að vegna þess að það er allir flokkar sem að vilja ná niður verðbólgu og lækka vexti. Það er engin á öðrum stað hvað það varðar. En þetta er spurningum við tökumst á áhuga hvaða aðferði við viljum nota til að komast þangað. Og ég held að núna til dæmis með stöðleika ákvæði að það sé ekki verið að eyða meira heldur en við öflum. Að það sé einn parturinn af því að komast á þennan stað. Já, þú ert að tala þetta viðmið sem var lagt af í COVID að einhvernum óskiljanlegum ástæðum og svo bara aldrei sett aftur á. Þetta er náttúrulega, COVID er náttúrulega ástand sem að enginn kunni á, enginn í veröldinni, þannig að það er kannski auðvelt núna að gagnrýna það hvernig það brugðist við, en það var verið að reyna að bregðast við aðstæðum sem að höfðu ekki verið uppi áður. Já,
Já, ég reyndar var að gagnrýna þá líka, þannig að ég var ekki vitur eftir það, en Nei. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. tölum að sem COVID, hvað fannst þið, sko, sem lögreglumæður, Já. horfir í baksinnispeilin, fórum við fram úr okkur? Þú veist að meina hvernig við skertum svona bara réttindi borgarana. Já. Horfandi baksýnisspegilinn, já. Ég held að við höfum gengið svolítið harkalega, og aðeins svo harkalega fram. En hins vegar sko, er það mikilvægt og við tölum oft þetta lögreglum, en að ákvarðanir sem eru teknar, þær eru teknar, til dæmis þegar maður þarf að taka ákvarðan bara á sekundubróti eða sekundu. Það eru ákvarðanir sem maður byggir á þeim upplýsingum sem maður hefur á þeim tíma og maður er að taka bestu ákvörðun. Og ég held að það hafi stjórnmálmenn verið að reyna að gera hér og að taka bestu ákvörðun sem myndi henta þjóðinni sem best. Og síðan eru þessar ákvarðanir dæmdar með baksýnisspeglinum og verandi lögreglumar þá finnst mér, hafandi verið það, að þá finnst mér það ekki alveg sko sanngjarnt. Við verðum að horfa á upplýsingarna eins og voru á þeim tíma sem þær voru teknar, þegar ákvarðanir voru teknar. Já, þetta var mjög einkennilegt, sko, sérstaklega varða stjórnmálamennina, sko, sérstaklega þegar við vorum komin í það, sko, borgararnir voru hvattir til þess að, við talum hérna eftirlit áðan, borgararnir voru hvattir til þess að fylgjast með því hvort að fólk væri að brjóta sóttkví og eitthvað þannig. Þannig að það er hægt að færa rauk fyrir því að við höfum öll verið jónóttar hann á þessu tímabili, sko. Við vorum náttúrulega hérna, það liggur alveg fyrir sérstaklega það ákveðið dæmi sem að var síðan bara dæmt og ólöglegt það sem eða dæmt þannig að það væri ekki að nota það. Þetta er, hvað ætli þetta sé, 2020, það sem er einhvern veginn þannig að það var gengið út frá því að menn það þurfti allir að vera á hóteli einhvern ákveðin tíma þegar kemur til landsins, en þá var gengið og langt. Það blasi alveg að meiri sér á þeim tíma fannst fólki gengið og langt. Og ég bjó í útlandum þessum tíma og þurfti að koma heim hérna stundum annars slagið. Og þetta var bara eins og maður þyrfti alltaf að vera á hóteli einhvern ákveðin tíma áður en maður geti komist inn í landi. Þetta er náttúrulega gríðarlega íþyngjandi. Það var náttúrulega galið. Það var að vera hreinskilni hérna. Já, galið og gríðarlega íþyngjandi. Það er svona nokkuð á pari. Hvernig var hérna, þú varst í lögreglunum á þessu tíma, hvernig var stemmingin innan lögreglunar? Það er ekkert margir sem hafa spurt þessu. Þegar lögreglunar var að sinna alls konar verkefni, voru að elta oft á tíðum einhverja útlendinga sem vissi ekki hvort þeir ættu hérna, hvort þeir mættu vera úti og eitthvað þannig og voru að keyra hérna alla trissur og smita fólk og eitthvað þannig. Það var nú reynda þannig að hjá mér að ég fer út til Europol 2018 og kem heim 2021. Svona alveg í lokin á hérna, og það var síðan eitthvað COVID ástand þann vetur líka, 21, 22. Það kláraði svona kannski snemm árs 22. Rétt. Þannig að ég er úti í Hollandi lungan af þessu þegar verst var. Og það var þannig að í Hollandi að þeir byrjuðu frekar svona rólega, voru svona frekar afslappaðir. Svo var það þannig að sjúkrahúsin hjá þeim voru að fyllast og þeir þurftu að fá aðstoð frá Þýskalandi og þá fóru þeir frekar harkalar aðgerðir. Og meðal annars var það þannig að við upplöfum það að vera það var útgöngubann. Það var útgöngubann eftir klukkan 9 á kvöldin, 10 á kvöldin og 9 á kvöldin. Og það var þannig að það mátti fá einn gest á sólarhring. Þannig að þegar maður hugsa tilbaka, sko, þá var þetta svo, notur nú þitt orðfæri, þetta var galið, sko, og hugsa tilbaka, maður mátti fá einn gest. Og það mátti fara út, sko, og verandi hjá Europol, þá fekk maður svona beðis upp á það ef ég þyrfti að kvara á skrifstofuna, þá er ég stoppaðar og þá var ég að fara í ákveðnum tilgangi. Þannig að þetta er gríðarlega íþyngjandi og hérna, skringilegu tími. Þannig að ég var ekki hérna heima í þessu eins og þú ert að lýsa. Hins vegar er það þannig að þetta fylgdist maður með og verkefni lögreglunar þau breyttust mjög mikið á þessum tíma. Það var til dæmis lögreglumenn yfir bólusetningum
og það var, ég man eftir einu máli þar sem að lögreglumálum sakar vera guð á glugga hjá einhverju fólki þar sem átti að hafa verið partíð, úlingapartíð eða eitthvað, þannig að það er margt sem að sko, örgulega margt sem að menn myndu vilja hafa gert öðruvísi sko. Við fórum að tala við okkur eins og börn, sko, vorum að tala hérna, við ætlum að búa til eitthvað páskaegg og við erum öll í sameiginlegu páskaeggi eða jólakúlu og eitthvað. Þetta, ég hataði þetta ástand svo mikið, en hérna setjum þetta í samhengi við félagslegt traust. Já. Út af því að núna hafa Robert Putnam og Paul Collier meðal hann skrifað það allir þegar að mikil fjölþjóðavæðing gerist hratt að þá minnkar félagslegt traust innan hérna samfélagana. Samhliða þessu náttúrulega COVID sem að lætur fólk verða mjög tortryggið gagnvart ríkisvaldinu. Við erum að sjá minnkandi vilja til bólusetninga út af því hvernig var viðhafst á tímum COVID. Svona félagslegt traust. Já. Hefur áhyggjur af því að það hefði minnkað? Ég held að sko, það skiptir rosalega máli að traust sé mikið og ef við horfum á Íslands samfélag þá eru svona ákveðnar stofnanir sem hafa sem betur fer haft mikið traust og það traust, og við getum talað Landhelgisgæsluna sem að trónir efst, Háskóli Íslands og lögreglan hefur svona sögulega verið með mikið traust og ég vona að svona kannski síðustu mál verði ekki til þess að það rýrist mikið. Ég hef hins vegar ágjörð að það gerist varandi lögregluna. Síðan það þannig, til dæmis varandi traust og við horfum, og að þetta eru líka frasi sem að ég hef stundum og það er að það er traust til Alþingis. Traust til Alþingis mælist frekar lágt og ég held að hérna hef verið með svo skoðuna að það sé ekki, ef að fólk spurt traust til Alþingis annars vegar eða Alþingismanna hins vegar, að þá fengjum við kannski ekki endilega alltaf sama svarið. Þannig að ég upplifi það að bæði, til dæmis eins og þegar að þetta þing tók til starfa, að þá voru mjög margir nýir og mér fannst einni nýju þingmenn virkilega sko stoltir yfir því að takast þetta hlutverk á hendur og undir þetta drengskapar heita stjórnarskrá og þess áttar. Þannig að ég held að þetta sé hérna eitthvað sem skiptir máli. Hins vegar gætu við þingmenn stundum þurft að horfa svolítið í eigin barm hvort að við séum að haga okkur með þeim hætti að við séum að fólki finnist við traustinsverð og ég er ekkert að gagnrýna stjórnarandstöðuna sérstaklega þegar ég segja þetta vegna þess að ég hef aldrei verið stjórnarandstöð á þingi og ég held að þetta er bara hefðbundið að stjórnarandstaðan hún er að reyna að koma í veg fyrir það að mörg mál komist í gegn og sína fram á það að stjórnin sé ekki að standa sig og meðan stjórnin er að reyna að koma sér flestum málum í gagn að því hún vill ná tökum á samfélaginu á fjármálum og þess aftur. Þannig að ef að það verður þannig að það verður eitthvað félagslegt traust minnki mikið að þá er það virkilega vont fyrir samfélag. Ég held hins vegar að því ég held kannski að vera að koma að því að hérna sko að þegar að traust minnkar þá getur orðið til þess að mann leggja of mikið traust á einhver ákveðna aðila. Til dæmis eins og undir ákveðnum kringumstöðum þá getur kannski nú þarf bara lögreglan að fá meiri heimildir. Þetta og við þurfum að horfa alltaf á þetta mjög miklum, við þurfum að vera konservatív í því þegar við horfum á það hvað á að gera. Við þurfum að veita heimildir að því að það þarf að veita þessa heimildir. Ekki að því að það hafi komið upp eitthvað mál sem verður þess valdandi að við aukum heimildir og svona dæmis er tekið. En hið félagslega traust er mjög mikilvægt og það er ekki bara fyrir lögreglu eða ákæruvald eða dómstóla, þetta er náttúrulega líka eða Alþingi. Gríðarlega mikilvægt til skólana, menntakerfisins. Menntakerfið er náttúrulega gríðarlega mikilvægt batteri inn í þessu samfélagi. Sama á við félagslega kerfið. Og það sama á við, og svo getur maður að fara að velta í fyrir sig sko misnotkun á þessu félagslega kerfi sem ég held að allir séu mjög mikið á móti að það sé vera að misnota það. En hafa jafnvel einhverjar hugmyndur það sé stundum vera að misnota í félagslega kerfi. Já, hvað finnst þér tölum að þessu menntakerfi? Ég var að lesa í morgun í Mogganum að í Breiðholtsskóla væri árangur barnanna töluvert minni og það er faðir þannig sem að færi rauk fyrir því að það sé vegna þess hversu mikið óefni hefur verið leyft að grassera innan þessar stofnunar. Ég er búinn að vera að vinna að núna greiningu þar sem ég er að taka saman tölur fasteignaverð í Neðra Breiðholti í 109 sem sagt, þar sem ég er að greina það verðþróun á milli mismunandi hluta og þegar þetta mál kom upp þá var umtalsverð hækkun á fasteignum sem að komið til sölu með við aðra mánuði
Fjölgun, sagði ég fækkun? Hækkun? Já, það var sagt, fjölgun, það er rétt hjá þér. Fjölgun eigna sem að komu á sölu á þessum tímabili og ég get alveg trúa því að það komi til með að halda áfram að aukast eða fjölga. Sko, í sambandi við svona félagslegt taumhald, félagsauð og annað þegar kemur að skólakerfinu þá er þetta breyta sem að hefur að gera með margt af því sem við erum búin að vera að tala um hérna með menntakerfið. Hvernig, sko, því ég tengi alla þessa punta saman. Ég tengi fasteignaverð og Breiðholtsskóla og vandamálin sem hafa verið þar og fjölmiðlun. Ég tengi þetta allt saman. Og sérstaklega þá við einmitt það hvernig menntakerfið hefur brugðist að svo virðist á ýmsum sviðum. Hvernig svo þú grípið þennan bolta bara hvernig sem þú vilt gera það. Sko fyrst að þú nefndir þessa grein, ég las hana leik í morgun og varðar það í stórum dráttum að það hafi verið lagt próf fyrir nemendur og síðan hafi verið reynt að meta það hvernig nemendur í Breiðholtsskóla stóðu gagnvart öðrum á landinu og síðan samanburðu hvernig einhverjum komu síðan út úr skólaeinhverjum. Og þetta er atriði sem er rætt mjög mikið í tengslum við samræmd próf og það er frumvarp fyrir þinginu núna samræmt námsmat og hefur verið tekist töluvert á það. Ég nefndi áðan sko menntakerfið. Menntakerfið er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að horfa bara á félagslegan jöfnuð og ef það er þannig að foreldrar jafnvel fara að velta því fyrir sér hvort að búa í ákveðnu hverfi rýri möguleika barnanna þeirra til framtíðar, þá erum við á mjög vondum stað. Við þurfum einhvern veginn að hjálpa skólunum til þess að komast á þann stað að taka á slíkum málum. Einn skóli, það er örugglega mjög erfitt fyrir einn skóla að takast á við svona vandamál. Bara hjálpa laust. Það þarf einhvern veginn að reyna að aðstoða yfirvöldi þeim skólayfirvöldi til þess að takast á við, til þess eins og að þið vitum, þarna hefur verið talað ofbeldi ungra drengja árum saman. Það sem beitt skólafélaga sína ofbeldi og ógnarstjórn bara á það sem að jafnvel sko kennararnir eru smekir við það að takast á við aðstæður sem er náttúrulega bara aðstæður sem er ólíðandi, óviðunandi og þegar maður hefur ekki miklar upplýsingar þá getur maður hort á svona umfjöllun eins og hún hefur verið og Morgunblaðið hefur verið að fjalla mikið maður getur hort á þetta og sagt hvað er það sem gera það verkum, það er ekki bara hægt að taka á málinu og ég kann ekki skýringuna á því en ég segi samt sem það þarf einhvern veginn að gefa skólayfirvöldum möguleika á það að skýra það hvað þetta er og eftir atvikum að hjálpa þeim til að takast á við svona. Það er ekki víst, ég ítreka það er ekki víst að einn skóli hafi úrræði til að takast á við. Borgin þarf þá að koma inn og eftir atvikum ríkið og lögreglan hefur sinns verið ekkert með sko lögreglan getur gripið inn í einhver mál en við rannsökum ekki mál þar sem var það afbrot barna sem er undir sakhæfisaldri. Nei, það er en faðirinn sem var með vitnað í þessari grein, hann segir að þetta hafi verið eitthvað sem að Reykjavíkurborg vissi allan tíman af og skólayfirvöld en aðhöfðust ekki af ótta við það, segir hann að ótta við það hafa verið ásökuð það að gera það einhverjum rasískum tilgangi sko. Mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur sko. Erum við á þeim stað er einhver á þeim stað, nú ætlum ég ekki alltaf þessum skólayfirvöldum það, en er einhver á þeim stað að hann þori ekki að tjá sig því að eitthvað sem er mikið efni sem þarf að laga af því að hann er hræddur einhvern stimpil. Þú telur að svo sé? Ég tel að svo sé og þetta er á mörgum sviðum, þetta er sama eins og með leigubílamálin á Leifsstöð sko, ég er gamall harkari þannig að ég var ofta á Leifsstöð einmitt að keyra bíla sko og keyra fólk bæði til í Leifsstöð og hérna frá Leifsstöð og það sem maður er að sjá núna er bara orðið algjör stjórnlaust galið það sem maður er bara ógnarstjórn ákveðin aðila og það virðist svo vera að fólk er með 30 stimpla til og jável sko að það bara að ræða þetta hefur reynst fólki erfitt sko. En það er eitthvað sem mér finnst að við þurfum að reyna að komast út úr slíkum veruleika, að með ekki tala hlutina. Ef það eru þannig að fólk er að beita annað fólk ofbeldi eða einhvers konar ógnarstjórn og það er alveg sama hver það er að það á ekki að líðast. Nákvæmlega sama hætti eins og það á ekki að líðast að það sé ofbeldi á heimilum
eða veist, kynferðisofbeldi gegn börnum. Við höfum ekkert komið inn á þetta er eitthvað sem mér hjartans mál að þetta sé hægt að takast á við þessi ofbeldismál og eins og dómsmálaráður hefur sagt það hefur engin rétt á því að beita annan ofbeldi bara því að það er einstaklingur sem fjölskyldu og það við viljum taka á því. Já. Hvað tölum maður það með börnin? Hvað heldur að þurfa að gera til þess að taka betur utan það vandamál sem að þú segir að sé í sambandi við ofbeldi gegn börnum? Sko það sem ég fekk í pósthólu hjá mér daginn, það sem að 120 börn hefur verið að fjalla kynferðisofbeldi og þetta heitir eitthvað en ég lofa og það er að segja það, fullorðnir lofa að gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir að kynferðisofbeldi grasseri hérna í þessu samfélagi, sérstaklega gagnvart börnum og kynferðisofbeldi gagnvart börnum það er raunverulega ekki eitthvað eitt. Fullorðnir geta beitt ofbeldi börn og nú jafnaldra geta gert það er líka bara á internetinu ákveðið ofbeldi og síðan er þetta barnaníð sem á netinu sem er kannski maður segja neysla einstaklinga á myndefni mest megnis sennilega utan á heimi en engar síður að vera níðast á börnum. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á og við eigum ekki að líða það að kynferðisofbeldi grassir í okkar samfélagi. Ég held reyndar ég er svona frekar bjartur, ég held að að það muni koma til með að gerast á næsta árum að ung börn muni ekki vera með snjallsíma og ég held að þeir svona foreldrar eftir svona 5 ár þá held ég að foreldrar sem að láti börnu sín hafa snjallsíma muni verða álitinn sem svona foreldrar sem að kringum svona 9. áratuginn voru að láta Marlboro upp í 12 ára barn Ég held að vera bara vondir foreldrar sem að gera svoleiðis vonandi. Að sé vera einhver jafningjaþrýstingur í samfélagi sem gerir það verkum. Þetta er náttúrulega gali við hljótum að vera sammála það að eitthvað krakki með 12 ára krakki með bara allan heiminn í hendi sér og veit ekkert hvernig á að takast á við veit ekkert hvernig á að takast á við aðstæður þar sem einmitt komið upp einhver mál þar sem að þú tala sem að fólk jafnvel á einhverjum duldum forsendum að ræða við börn og í gegnum töluleikjana jafnvel eða eitthvað annað og við eitthvað hann þarf náttúrulega að læra á hann að síma og ég þarf að vita hvar hann er. Það þurfti ekki að vita hvar barnið var allan daginn, settu þá bara eitthvað svona Apple hvað heitir þetta eitthvað svona tracking drasl en það er verið að láta börn hafa síma. Erum við ekki að gera grína sjálfum okkur þegar við erum að gera það? Jú, mér finnst það allt og mikið það að börn séu komin ung með snjallsíma. Nema ég skil kannski að það sé undir eftirliti foreldra. En svo getur við líka bara sagt hvenær þarf barn að vera komið í svona mikið samband við unnumin og svona mikið samband við félaga sína þannig að það sé aldrei dauð stund Sumir halda því fram að sé bara allt í lagi að láta sér leiða stundum. Já, einu sinni var það í lagi allavega. Það er ekki í lagi í dag. En við vonandi leiðist engum að hlusta á okkur en við ætlum að fara að ljúka þessu. Klárum þetta bara á því að spyrja er eitthvað mál sem að þér sem að er svona þér hjartans mál sem við erum ekki mun að ræða sem að þú telur að við þurfum að taka á er eitthvað svona sem að þér dettur í hug sem er jafnvel eitthvað sem er kannski fer á skjön við hugmyndafræði Viðreisnar sem að þú telur að við þurfum að taka á. Ég held ekki að þetta sé kannski ég sagði við áðan að maður er ekkert endilega alltaf ofsalega sammála öllu sem allir flokksmenn séu sammála allt alltaf. Það er svona sem ég spyr Já, og þetta er ekkert svakalega stórt mál en ég held þess að netverslun með áfengi sem ég held að sé eitthvað sem að við erum á vondum stað með þetta eins og þetta er. Þetta er einhvern veginn, þetta líðst að það sé verið að selja áfengi við hliðina eða utan við átífaferð. Flestir myndu sennilega segja það, þetta væri lögbrot, en samt er þetta brot sem að líðst. Það er verið að gera eitthvað mjög lítið í þessu. En ég segi, við leysum ekki þetta vandamál með sakamálrannsókn. Mér finnst það ekki fyrir rétta leiðin. Að rannsaka einhvern og komast einhverju niðurstöðum að hann hafi brotið ákveða áfengislagana og hann sé ákærður og dæmdur eftir atvikum í dæmdur eitthvað. Við höfum að ákveða það að hvernig við viljum hafa þetta.
Þannig að þú vilt fá rauðvín með steikinni sem þú kaupir í Hagkaup? Að fá rauðvín í Hagkaup. Ég er ekki taka neina afstöðu til þess hvernig þetta á að vera. Ég held svo bara við eigum að taka afstöðu til þess. Já, ekki verið í þessu limbo. Ekki verið í þessu limbói. Ertu edrú sjálfur eða? Nei. Núna, jú. Já, það er allavega gott að þú sér það. Síðan er þetta sko ekki að því ég náði aðeins að koma inn á kynferðisbrotamáluna, að þá er það náttúrulega málefni sem að ég vil beita mér í. Ég vil beita mér í og til þess eins og hann það bara að koma upp mál núna þess að bara menn ganga lausir og svo verður reyndar mjög svona ekki á staðfestum heimildum en það var hana Taxi Hunter sem er búin að vera að birta myndskeið á leigubílstjórunum var að segja að þessi sömu menn sem hafa verið dæmdir væru komnir aftur í það að lokka fólk upp í bílana sína sko. Það er ekkert rætt en ég er svo sem það er ekkert staðfestar heimildir en þurfum að taka öllu sem svona sagt er náttúrulega bara með þeim fyrirvara það þarf að sína fram á það en ef það er þá þarf að taka á því. Já, fyrir einhverjum misserum hefði þetta þótt athyglisvert sko. Já. En það kemur örugglega inn á stimplan á þetta dót sko. En Grímur, mjög áhugaverð spjall. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Já, takk.